Komið sæl og verið velkomin á þessa ársluta uppgjörskynningu hjá okkur fyrir fyrsta ársfjórðung 2020. Kynningin verður með hefðbundnu sniði, þar að segja við verðum þrír sem önnumst kynninguna. Það sem kannski frábrigði því sem að hefðbundið að hér enginn í salnum, aðrir heldur en við sem að kynninguna flytjum. Og það svona pínu eftir sjá í því, vonandi þetta í fyrsta og síðasta skipti sem að það verður með þeim hætti. En hins vegar þetta þannig að það opið fyrir spurningar og við vonumst til að fá spurningar til að geta svarað í lok kynningar. En eins og ég segi, það hefð fyrir því að við erum þrír sem að framkvæma þessa kynningu, förum yfir hana. Ég fer svona fyrst yfir helstu tíðindi fjórðungsins, síðan tekur Ólafur Njáll við og fer yfir fjárhagsupplýsingarnar og Þórður Pálsson yfir fjárfestingarnar. Ég kem síðan aftur í lokin og með nokkra aðrar glærur til að kynna og svo opnum við fyrir spurningar. Rétt að vekja athygli líka á því að í ljós þessara kringumstæðu og svo sem alltaf þá erum við opin fyrir því að halda kynningar fyrir áhugasama fjárfesta eða greinendur í framhaldi þessa fundar. Þið látið þá bara fjárfestatengil okkar vita af því. En helstu niðurstöður fyrir fyrsta fjórðung 2020 eru þær að afkoman var neikvæð upp á 465 milljónir. Við höfum eins og sagt að þetta sé ágætlega sterkur varnarsigur við þessar kringumstæður. Aftur erum við að skila jákvæðri niðurstöðu af vátryggingastarfseminni, hagnaður þar upp á 185 milljónir, en afkoma fjárfestingarstarfsemi neikvæð upp á 552 milljónir. Fjórðungurinn var krefjandi, getur sagt, við verðum fyrir stóru tjóni í byrjun árs, en þrátt fyrir það að það var ánægilegt að undirliggjandi sterkur rekstur skila því að samsett hlutfall hjá okkur upp á 98,5%. Það rétt að vekja athygli á því að framsetningin á samsettu hlutfalli með öðrum hætti heldur en verið hefur og byggist á nýjum leiðbeinandi tilmælum frá Fjármálaeftirlitinu og Ólafur Njáll mun fara yfir þær breyttu forsendur. En að fjárfestingartekjurnar voru 43 milljónir fyrir fjórðunginn en ávöxtunin eignasafninu var neikvæð upp á 0,2%. Þessi fjórðungur í fjárfestingum einkenndist af miklum sveiflum þar sem að árið byrjaði mjög vel á öllum mörkuðum en síðan eins og alkunna þá tóku hlutabréfa falla en skuldabréf héldust með ágætum og niðurstaðan kannski betri heldur en vænta mátti í fjórðungnum. Það verður enginn farið varhlut á því með þessa COVID-veiru sem herjað hefur verið á okkur og við eins og aðrir þurftum að bregðast við því. Og okkur hefur tekist afar vel í þeim efnum, getur við sagt. Við fórum heim miðjan mars og þannig var að 95% af okkar starfsmönnum fóru til síns heima með sínar tölvur og önnuðust starfsemina heimanna frá sér. Og við höfum það að markmiði að halda uppi sterku þjónustustigi, hvort sem gagnvart tjónaþjónustu eða annarri þjónustu og ekki síður þeim miklu frumkvæðissamskiptum sem við höfum átt við okkar viðskiptavini þegar við vorum hér í húsi. Og það skemmst frá því að segja að þetta gekk allt hnökralaust fyrir sig og mikið og aðdáðanlegt hvernig allt starfsfólk hefur brugðist við þessum kringumstæðum og haldið upp í sterku þjónustustigi. Að sama skapi má segja að það sé ánægjulegt að sjá hversu vel viðskiptavinur okkar eru í stakk búin til þess að annast sína þjónustu eða samskipti við okkur með rafrænum hætti. Á þessum fjórðungi var líka tekin ákvörðun það að lækka bifreiðaiðgjöld einstaklinga. Og framkvæmdin á þeirri lækkun var með þeim hætti að við tókum ákvörðun það að lækkunin yrði þannig að maígjalddaginn yrði felldur niður. Það er að segja liðinn maígjalddagi var felldur niður hjá einstaklingum í ökutækjatryggingum. Ég fer síðan betur yfir þá eftir hvernig ákvörðu það byggir, hvaða forsendur eru að baki því og hvernig við svona sjáum það fyrir okkur koma út. En að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Ólafi Njáli að. Komið sæl. Já, og það rétt að byrja á því að fara aðeins yfir breytinguna sem verður vegna leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlits sem kom fram núna í mars og þessi breyting á sér kemur fram í rekstrarreikningi og skýringum og breytir í raun og veru breyting tjónaskuldar skipt í tvennt. Vátryggingarhlutann þar sem að tjón sem að orðin eru og breytt mat tjóna
kemur fram í og síðan það fjármálahlutin þar sem að vöxtun eða færsla tjóna í tíma og síðan vaxtabreytingar eða gengisbreytingar sem að verða á skuldinni færist ekki lengur yfir samsettu hlutfallið, heldur færist yfir sérstaka lið sem kemur fram í rekstrarreikningi og við skoðum á eftir. Og síðan það að vextir sem færðir eru frá fjárfestingum yfir á vátryggingarhlutann, nú bara reiknaðir vextir vegna þess hluta skuldarana sem ekki núvirtur. Og síðan að síðustu breytingar þarna sem verður á kennitölum í 5 ára yfirliti eða þá ársfjórðunga yfirliti eins og í þessum reikningi og rétt að geta þess að þessi tilmæli þau hafa ekki áhrif á samanbæru fjárhæðir í efnahagsreikningi, eiginfjáryfirliti eða sjóðstreymi, þannig að þetta kemur bara fram í rekstrarreikningi og breytir í raun og veru ekki hagnaði tapi, heldur bara innbyrðis inn í reikningnum. En skoðum þá helstu niðurstöður. Eins og Hermann nefndi, þá var tap tímabilsins 465 milljónir og fyrir skatta var tapið 366. Skattarnir eru sem sagt neikvæðir þrátt fyrir tapið og upp á 100 milljónir. Og síðan má skoða þarna gjaldþolshlutfallið og við höfum það í 2 línum. Fyrir arðstillögu og eftir arðstillögu, en eins og menn kannski muna þá var greiðslu arðs frestað eða tillögunni var frestað arðstillögunni á aðalfundi. Hér rekstrarreikningurinn, iðgjöld tímabilsins 5,3 milljarðar og hækka þarna 10,1% frá fjórðungnum í fyrra og við sjáum þarna að tjón tímabilsins upp á 4,2 milljarða hækkaði 27,5% frá fjórðungnum í fyrra og þetta aðalega vegna þessa tjón sem að Hermann nefndi, stórt brunatjón sem féll á fyrsta fjórðung og hafði mikil áhrif á nokkur hlutfalli í reikningnum, hafði 10% áhrif á tjónarhlutfallið og síðan hefur það á móti áhrif á endurtryggingarhlutfallið, þannig að samsetta hlutfallið tæp 7%. En við vorum búin að fara yfir það, Hermann, að fjárfestingartekjurnar eru 43 milljónir á móti 1158 árið áður og þessi sami fjórðungur í fyrra var býsna góður, þannig að í þetta skipti bæði vátryggingarhlutin og fjárfestingarhlutin svona heldur í lakara standi hjá okkur. Og við sjáum það á myndinni þarna til hægri, þá sýnum við samsetta hlutfallið fyrir og eftir þessa breytingu sem verður vegna þessar leiðbeinandi tilmæla og ef við horfum á miðjuhlutann eins og hérna samsetta hlutfallið lítur nú út, að þá sjáum við þessa miklu breytingu sem verður á tjónarhlutfallinu og síðan endurtryggingarhlutfallinu. Aðrir þættir vega miklu minna. Hér afkomubrúin og aftur komum þetta að því sama, það hérna eigin iðgjöld hækka 400 milljónir og eigin tjón 722 meðan að fjárfestingartekjur þarna lækka 1115 og sem leiðir til þessara niðurstöðu 465 milljóna tap. Ef við síðan skoðum efnahagsreikningin að þá eru þarna litlar breytingar á verðbréfum og en síðan kemur þessi árstíðabundna sveifla í viðskiptakröfurnar og vátryggingarskuldina sem dregin af iðgjaldaskuldinni. Þetta bara það sem gerist á hverju ári í fyrsta fjórðungi og síðan lækka þessar kröfur eftir því sem árið líðar. Gleymum því heldur ekki að viðskiptakröfur þó hátala sé að þetta ekki allt krafið og komið út sér reikningur til viðskiptamannana. Því að flestir viðskiptamanna okkar dreifa sínum iðgjöldum, þannig að mótfærslan auðvitað liggur í iðgjaldaskuldinni og hérna við færum það svo til tekna eftir sem líður á árið. Nú
varðandi viðskiptakröfurnar og ástandsins akkurat núna, þá getum við sagt að við sjáum varðandi einstaklingana enga breytingu á greiðsluhöfðum þeirra. En það er alveg ljóst að fyrirtækin, og þá sérstaklega fyrirtæki sem eru í ferðatengdum rekstri, að þar hafa menn auðvitað farið að semja sig frá því að greiða strax, þar sem að menn hafa ekki leyst sín mál varðandi þau úrræði sem að bankar og ríkisstjórn hafa gefið út. Þannig að í rekstrinum er tillegg í mótfærslu viðskiptakrafna 75 milljónir sem að við vitum svo sem ekki hvernig mun raungerast þegar fram líður. Hér horfum við á gjaldþolið og gjaldþolskröfuna. Við gjaldþolið breytist þá þessi keyptu eigin bréf sem átt sér stað í janúar og febrúar og síðan tapið upp á 465. Þannig að gjaldþolið fer þarna 16,8 tæpum í tæplega 16 milljarða, meðan að gjaldþolskrafan, hún hækkar vátryggingaráhættuna, mótaðilaáhættuna og rekstraráhættuna, allt tengt þeim stað í þessari árstíðabundnu sveiflu sem við erum í. Mótaðilaáhættan er dregin áfram af viðskiptakröfunum, rekstraráhættan og vátryggingaráhættan vegna þessara aukna umfangs í rekstri og síðan skuldarinnar sem verður til. En markaðsáhættan lækkar hann 1358 milljónir og það er komið vegna að langmestu leyti vegna þess að samhverfur aðlögunarstuðull hlutabréfa, hann lækkar úr því að vera 0 sem var áramót í -10 sem er hans lægsta gildi og lægsta gildi sem það getur orðið. Og að auki var hjá okkur sala eigna og uppgreiðsla annarra eigna. Þannig að þetta sýnir þessa breytingu sem verður á kröfunni og við sýnum að gjaldþolshlutfallið fer þarna úr 1,67 í 1,68 fyrir arðstilhöguna. En þá er komið að Þórði að ræða fjárfestingar. Já, ákoma fjórðungsins tekur þetta mikið mið af eða lítast töluvert af COVID-19 heimsfaraldrinum og þess vegna undir væntingum. Þó við teljum að við getum okkur vel við unnað í ljósi þeirra hamfara eða gauragang sem hefur verið á verðbréfamarkuðum á fjórðungnum og teljum við jafnframt að tiltölulega íhaldssöm fjárfestingarstefna og góð dreifing á milli eigna og eignaflokka hafi komið vel út á þessum fjórðungi. En þó að niðurstaðan sé nálægt núlli, þá þetta svona svolítið eins og það að standa með annan fótinn í brennheitu vatni og hinn í ísköldu, því að mikið tap var af hlutabréfum, 937 milljónir, en mjög góð afkoma af skuldabréfum sem vóð þetta miklu leyti upp. Ef við horfum á hlutabréfin, þá lækkum við þau, eða þá seldum við fyrir nettó 506 milljónir á fjórðungnum, en stærsti hlutin því eða meira en það að við tókum yfirtökutilboði í hlutabréf okkar í heimavöllum og seldum þau á 810 milljónir. Nú, þannig að það hjálpar að afkoman skuli þó ekki vera verra en þetta í hlutabréfum, að það var þannig 30% hagnaðar af þeim hlutabréfum. Stærsti hluti tapsins af hlutabréfum markerast af eign okkar í fasteignafélögum sem þá rúmlega helmingurinn af þessu tapi. Í skuldabréfunum þá skilaði mjög góðar afkomu, þau skilaði mjög góðar afkomu vegna vaxtalækkana sem urðu á fjórðungnum. Fyrst í upphafi fjórðungsins eða í febrúar og 25 punkta og síðan samtals 100 punktar til viðbótar eftir að COVID-veiran eða COVID-krísan skulum við bara kalla varð að veruleika. Í skuldabréfunum þá var kannski svona stærsti liðurinn að bréf sem hefur lengi verið kjölfestu eign hjá okkur, Land 051, að það var greitt upp í mars og í upphafi fjórðungsins var það 23% af ríkisskuldabréfasafni okkar, en það skilaði smávægilegu tapi á fjórðungnum
Þannig að það svona dró aðeins niður ávöxtun á ríkisskuldabréfum. Þið sjáu það að meðal líftími safnsins hann eykst aðeins á tímabilinu og það að miklu leyti vegna þess að náttúrulega í byrjun ársins var meðal líftími þessa bréfs mjög lágur en svo fór það út. Ef við skoðum helstu eignirnar að þá eins og segja þá fór Landbrún 5.1 út og við bættum við töluvert bæði af ríkisskuldabréfum og sértryggðum skuldabréfum á móti, bæði verðtryggðum og óverðtryggðum til þess að vinna upp þennan halla sem var á verðtryggingunni við það að þetta stóra verðtryggða bréf fór út. Jafnframt þá minnkuðum við og það eitt af því sem auðvitað skila líka í markaðsáhættuna að hún lækkar, að við minnkuðum stærstu hlutabréfastöðu okkar og svo Landbrún 5.1 að það var samþjöppunar áhætta á því bréfi í bókunum okkar. Nú, við gerðum ekki mikla breytingar á óskráðum hlutabréfum á fjórðungnum og þannig fólk kann auðvitað velta fyrir sér í ljósi þessar mikilla óvissu hvort að það hefði verið ástæða til og við veltum því töluvert fyrir okkur en bara í ljósi þess hversu óvissan mikil og nákvæmlega hvernig hún þróast þá töldum við ekki tilefni til þess að gera annað mat sem að okkar mat myndi að byggja ákvæmlega veikum grunni en þessi stað þá ákveðum við bara birta og sýna þessar eignir sem við erum með. Stærsta óskráða eignin okkar Ölgerðin sem við færðum niður hitt í vera var upphæðlega 500 milljón króna fjárveiting. Síðan það Miðborg sem byggingarverkefni niður á Kirkjusandi. Þar að vísu var uppfærsla frá umsjónaraðila verkefnisins sem við færðum ekki inn. Loðnuvinnslan sem við færum á genginu 15. Hvatning sem Bláa lónið, Keresis og síðan erum við samtals með yfir 200 milljónir í 2 sjóðum hjá Gamma sem eina eignin í þeim báðum í almennu leigufélaginu. Þetta samtals 276 milljónir og síðustu áramót þá færðum við niður þessa eign til samræmis við verðmat á heimavöllum. Þannig að þetta 70% af bókfærðu virði sjóðsins sem við erum með þetta skráð á. Aðra eignir, þær eru 9, þær eru 2 langstærstar, það eina Hot 2 og Hot 3 og þær eru samtals í kannski 60-70% af þessu 500 milljónum sem eftir standa. En komið þér, Hermann? Já, ég glimti henni í glæru og það sem sé yfirlit yfir stærstu eigninar og 500, þær eignir sem eru 500 milljónir og þær eru núna 70% af safninu og sem ég segi það engar róttækjabreytingar, bara það verður aðalega lagfæringar eftir að við fengum greitt bréf frá Landsvirkjun en þá komið Hermann. Já, ég svo sem geta farið yfir þessa glæri blindandi hjá Tóta. En rétt aðeins þá sem ég vekkaði áðan varandi maígjaldagann sem felldur var niður, þá höfum við áhuga á því að fara aðeins yfir forsendurnar að baki því. Þarna teljum við og ég fer yfir það betur á næstu glærum að það eru forsendur til staðar til þess að lækka iðgjöld í bifreiðatryggingum. Og það byggja á forsendur sem ég fer betur yfir eftir, en ákvörðunin var tekin með þeim hætti að í stað þess að lota það út, getur við sagt eins og venja kannski þegar hækkanir að ræða á iðgjöldum, þá taka þær gildi eða hafa áhrif eftir því sem endurnýjunum framvindur. Við hins vegar ákváðum í ljósi þeirra kringumstæðna sem nú eru uppi að gera það ekki varðandi þessa lækkun heldur að safna því saman í einn gjalddaga fyrir maígjaldagann. Þetta snertir 43.000 viðskiptavin okkar og það skemmt frá því að segja að þessu hefur verið ákaflega vel tekið bæði á meðal þeirra viðskiptavin okkar og annara og við merkjum það að það jákvæð sveifla með okkur og vonandi mun það sjást í tölum okkar þar sem eftir lifir árs, þar að segja einstaklingsmegin. En að þessum forsendum þá sjáum við hér meðalumferðina á höfuðborgarsvæðinu
frá því að samkomubann var sett á og þá sést að á meðan frá því að samkomubann var sett á þá er umferðin á Reykjavíkursvæðinu dregist saman 27% og hún hefur dregist saman 13% frá áramótum. Við sjáum þarna jafnframt að auðvitað eru línurnar að bilið á milli þeirra að minnka og það var alveg viðbúið að það gerði það. Við hins vegar gerum ráð fyrir því að bilið verði áfram hér í Reykjavík en það er kannski ekki síður myndin hér á eftir, já kannski áðinni vika henni, þá sjáum við líka þetta mikla bil sem var þarna í viku 11 til 16 getur við sagt, að þetta eitt og sér sýnir að það er gríðarlega mikill samdráttur í akstri sem leiðir af sér minnkandi tjón og ég fer betur yfir hér á næstu glærum. En ef við kíkjum á umferðina á hringveginum og þessa glæru höfum við gjarnan sýnt og þessa glæru gjarnan sýndu við á þeim tíma frá 2013-14 þegar umferðin var að þeytast upp ár frá ári og við vorum svolítið að elta skottið á sjálfum okkur í iðgjaldasetningu á nákvæmlega sem við forsendum og núna, þar að segja vegna aukinnar umferðar, voru við að ná utan þá þróun sem að þá átti sér stað og þá þarf ekki annað að sjá síðustu 2 mánuði, umferðin fyrir janúar og febrúar var svona nokkuð í takt við þá þróun sem hafi verið árunum á undan. En svo sjáum við mars og apríl hversu gríðarlega miklar sveiflur og lækkun hefur átt sér stað í umferðinni þá. Það er áhugavert líka í þessu samhengi að við merkjum það að stærstu eða alvarlegustu slysin sem hafa átt sér stað undanfarin ár eru á hringveginum. Það eru jafnvel þá þar sem að fleiri eiga þátt að eða koma að slysinu heldur en á sér stað hér á Reykjavíkursvæðinu. Við drógum það ályktun og byggt byggð á reynslu að samfara minnkandi umferð þá minnki tjónin og tjónstilkynningarnar. Og hér sjáum við mynd þar sem að frá 15. mars þegar samkomubann var sett á til 10. maí og þarna sjáum við alveg áþreifanlega hversu mikill munur eða 28% færri tjónstilkynningar á þessu tímabili. Ef við kíkjum svo á samsetningun og afkominu fyrir skatta, þetta er líka mynd sem við höfum séð gjarnan og sýnum gjarnan og við sýnum hana eiginlega í tvennum tilgangi. Annars vegar að þarna sjást hversu gríðarlega sveiflur almennt eiga sér stað í rekstrinu hjá okkur. Bæði getum við sagt í vátryggingarekstrinu sem slíkum eða kjarnastarfseminni en ekki síður í fjárfestingarstarfseminni. Og þarna sjáum við líka glöggt að þegar við vísum til þess og Þórður nefndi mitt áðan að verra hefur þetta verið og það eru þarna fjórðungar eins og þriðji fjórðungur 2017 og annar fjórðungur 18 sem eru mun verri heldur en þessi fjórðungur sem við erum að gera upp núna. Það er líka ánægjulegt að þetta er þá 16. fjórðungurinn í röð sem við erum að skila jákvæðri afkomu af vátryggingarstarfseminni. Og þar höfum við ekki þreist á að segja frá því að það er okkar lykil markmið í rekstri og þarna er það sem við höfum áhrif á niðurstöðuna að það er mjög ánægjulegt að undangengin 4 ár höfum við skilað þarna jákvæðri niðurstöðu í vátryggingarstarfseminni. Það verður svo komið ljós náttúrulega hvernig okkur reiður á öðrum ársfjórðungi, bæði gagnvart því að við tókum ákvörðun það að maígjaldaginn, hann kemur þá inn á þann fjórðung og svo eins og Ólafur Njáll vék aðeins áðan þá er náttúrulega fyrirtæki megin erum við að vinna mjög sterkt og mikið með okkar viðskiptamönnum varðandi iðgjöldin þar. Talandi um þá viðskiptamenn þá vildum við líka gera grein fyrir því að 10% af iðgjöldum hjá okkur eru tengt ferðaþjónustunni. Og það eru þá bílalegur og hópferðabílar, hótel og flugfélög. Og þetta eru þeir aðilar sem mest eru útsettir og verða mest fyrir áhrifum af COVID-veirunni og ástandsins sem nú ríkir. En það er líka rétt að halda því til haga og draga það skýrt fram að leið og þessi iðgjöld dragast saman og þá eru tjónin jafnhliða að dragast saman gagnvart þessum aðilum. Það er að segja í stórum stíl hafa bæði rútur og bílalegur verið teknir af númerum og standa óhreyfðar eins og staðan er núna. En við þessar kringumstæður þá leggjum við mikla áherslu á það að vinna mjög náið með okkar vistamönnum og það er okkar hagur að úrgreiðist fyrr en seinna og hlutin fari aftur hérna í gott horf, betra horf og svo áfram í gott horf.
En rétt til að draga saman þá í lokin, afkoman var neikvæð upp á 465 milljónir. Margir hefðu búist við enn verri afkomu. Sama má segja þá vátryggingastarfsemina upp á 98,5% samsett hlutfall. Við feldum úr gildi í byrjun mars horfurnar okkar sem við styðjumst alltaf við og kynnum á markaði. Ástæðan náttúrulega er einföld og það ríkir mikil óvissa á mörkuðum og svo óvissa hefur ekkert skýrt þó að sumir tali nú að það sé komið ljós við enda gangana að þá er ennþá slík óvissa að við tölum ekki rétt að birta horfur núna en það má leiða líkum að því að það veri gert fyrir annan ársfjórðung. Aðeins varðandi víkjandi skuldabréf, það var tekin það ákvörðun í stjórn síðara hluta árs 2018 að stefnt skyldi að útgáfu víkjandi skuldabréfs. Á þeim tíma þá barst okkur það til eyrna að það væri stórar og mikla líkur á því að ríkisskattstjóri liti nú meðhöndlun þessara bréfa, skattalegri meðhöndlun, öðrum augum heldur en hann hefði gert fram að þessu. Okkur, og það sem þetta skráða pappíra að ræða, opinbera, þá fannst okkur rétt að láta á þetta reyna og báðum bindandi álit frá skattstjóra. Við fengum það álit og það eiginlega staðfesti okkar grunn breytt viðhorf skattsins til meðferðar á vöxtum þessara víkjandi lána. Við hins vegar vorum ekki tilbúin til að una þeirri niðurstöðu og áfrýjum því til yfirskattanefndar og nýlega barst þá niðurstöða hvað það varðar og hún staðfesti þá eiginlega okkar skoðun í því og þá ríkjandi skoðun að við gætum þá haldið ótröð áfram varðandi útgáfu á víkjandi láni. Hins vegar víkjandi skuldabréfi. Hins vegar er rétt að taka það fram að það hefur engin ákvörðun verið tekin það hvenær það verður gert eða hvernig við ráðist í það og það er þá ákvörðun stjórnar og við munum þá að sjálfsögðu gera grein fyrir því í tíma þegar og ef að því kemur. Nú, Ólafur Njáll vék einmitt að því líka að það var tekin ákvörðun það á hluthafafundi að fresta arðgreiðslu og hafandi allt þetta í huga þá erum við gríðarlega stöndum sterkum fótum og það er gott til þess að vita við þessar kringustæður að þannig sé staðan og ekki bara gott heldur teljum við eins og ég var að segja áðan okkur beri skylda til, við erum þannig félag, við erum í langvarandi viðskiptasambandi við okkur viðskiptamenn og okkur ber skylda til þess að leggja okkar á mörkum og vinna með okkar góðu viðstafinum og sjá til þess að þeir með okkur fari í gegnum þennan kúf og komi sterkari út úr honum tilbaka. Við höfum verið í miklum samskiptum við okkar kúnna, bæði hefur þetta með maígjaldan sem hins vegar iðgjaldamál en ekki neitt annað, en svo þetta samtal okkar núna varðandi tímabundna greiðsluerfiðleika sem við erum að vinna mjög sterkt og það er okkar skoðun að fyrirtæki eins og okkar að þarna skiptir miklu máli að athafnir eigi sér stað fyrr en síðar ef vel á að takast til. Að þessu sögðu þá horfi ég nú þá sem að vöktuðu hvort að spurningar kæmu. Við svo sem það kemur ekki óvart við þessar kringustæður að þær eru ekki til staðar. Ég vil hins vegar árétta það að netfangið fyrirspurnir til fjárfesta tengils okkar og líka árétta það að við erum boðin og búin til þess að halda fundi nánari með greinendum og fjárfestum sé eftir því óskað. Auðvitað þakka ég kærlega fyrir okkur og takk í bili.